Jæja Arnór, hörkuleikur framundan, KR í Vesturbænum. Hvernig leggst þetta í þig? Bara gríðarlega vel, toppleikur, toppslagur, 2 góð lið og við erum mjög spenntir. Hvernig taktík verður notuð gegn þeim röndóttu? Svona svo maður gefur ekki of mikið upp, þetta er alltaf það sama, bara gefa allt í leikinn og síðan ætlum við að reyna að spila okkar sóknarleik og vera þéttir og aggressífir. Nú hefur okkur gengið ágætlega með KR-inga undanfarin ár. Áttu von á því að það verði raunin líka? Já, ekki bara halda því áfram, þó að skiptir svo litlu máli hvernig leikirnir fóru áður en við reynum að halda góðu gengi áfram. Hvernig hefur gengið að svona mótivera liðið? Nú var svona smá bakslag í síðasta leik. Hvernig hefur gengið að svona, eins og ég segi, ná upp móralnum og baráttukraftinum? Ég held að það ekki þurft að ná upp móralnum eitthvað alveg. Við erum bara staðráðnir í að gera betur. Við vorum mjög ósáttir senasta leik og ætlum bara að reyna að standa okkur. Þannig að það var ekki mikið mál að gíra sig í þennan leik. Hvaða máli skipta árundur í svona leik? Þeir skipta bara gríðarlega miklu máli. Þeir eru búin að frábæri sumar og ég vona að þeir haldi áfram að mæta Copacabana menn. Copacabana og allir aðri blikar ætla að mæta í Vesturbæinn á morgun. Þakka fyrir Arnór. Já, ekkert mál. Jæja Gunnleifur, engin smá leikur á morgun á móti KR. Hvernig leggst þetta í þig? Ljómandi vel, það er eins og segir, þetta er engin smá leikur. Þetta er náttúrulega topplið í deildinni og spila á KR-vellin er óbúslega skemmtilegt og mikil hefð fyrir árangri hjá KR-ingunum og við komum til með að þurfa að eiga okkar besta leik til að ná úrslitum. Hvernig á að leggja upp leikinn? Við erum ekkert að finna pjóli í þessu, við höldum okkar striki svo sem gengi ágætlega og náðu að safna ágætlega mikið af stigum og ætlum ekkert að breyta mikið út af en það er aldrei að vita með lumum á okkur óvæntu. Nú hafa verið svona smá pillur á milli félagana út af ákveðnum málum. Heldur að það muni lita leikinn á morgun? Nei, ég get ekki ímyndað með það. Þetta er náttúrulega það sem er að vinna við þessum stjórnarfélagunum og þetta kemur leikmönnunum þannig ekkert við. Við erum ekkert að pæla í því hvort að ykkur vilji koma til okkar eða ekki. Það skiptir okkur engu máli. Við erum með fínan hóp hérna og allavega hefur þetta engin áhrif á okkar leikmannahóp. Nú hafa verið erlendir leikmenn í pröfu. Hvernig hefur þetta gengið með æfingar og svoleiðis? Hvernig líst þér á þetta? Þetta eru bara sprækir strákar. Þetta eru ungir og feskir peyjar sem eru bara mjög flottir og það væri gaman að sjá það einhverjum í leik, það sem er mest að marka en svo sem hafa bara spilað og verið fínir á æfingum. Einhver sérstök skilaboð til Copacabana og annarra blika sem ætla að mæta í Vesturbæinn? Já, það er bara að halda saman strikið. Þetta skiptir máli fyrir leikmennina að fá stuðning og hvatningu og endilega hvetja á jákvæðum nótum og það skilja sér best inn á velli. Jæja, Arnar Gretarsson, engin smá leikur framundan, KR í Vesturbænum. Hvernig leggst þetta í þig? Bara eins og allir aðra leikir. Þetta er alltaf gaman að fara í Vesturbæinn. Virkilega skemmtilega völlur og svo náttúrulega þeir á topnum, þannig að það er svona að gefa mönnum auka hvatningu til að standa sér vel. Þú átt ekki að þurfa að raunur að mótiveita strákana fyrir svona leiki. Þannig ég held að það séu allir líka staðráðnir í það að reyna svolítið að kvitta fyrir síðasta leik. Það sem náttúrulega lágum hérna heimavöllur fyrir Fylki. Þó svo við höfum kannski verið með boltan og ráðið ferðinni náttúrulega allan tíman, þá vantaði mikið svona hugmyndaflug og að skapa færi. Það var mjög lítið í þeim leik. Við þurfum að vera svolítið beittari fram á móti KR ef við ætlum að sækja ykkur stig og það er alveg klárlega markmið að koma okkur aftur inn í þessa baráttu. Ef við töpum þeim leika þá erum við náttúrulega komið 7 stig fyrir aftan, þá verður þetta svolítið erfitt. Aftur á móti ef við vinnum þá komum okkur svolítið inn í þessa baráttu aftur sem er náttúrulega klárlega markmiðið. Nú hafa svona hnútar verið að ganga á milli félagana út af ákveðnum málum. Heldur að það eigi eftir að hafa áhrif á leikinn? Nei, það held ég ekki. Ég vona bara að það frekar mótiveiti menn að standa sig vel. En það er bara eitthvað sem er fyrir utan völl og það er bara búið og menn er ekkert að vera erfa það. Það er bara staðan eins og hún er og við þurfum alltaf að horfa fram á veginn, ekki að vera að horfa í baksýnisspegilinn. Það hjálpa voðalega lítið og vera að vorkenna okkur. Þannig að staðan er bara þessi að við erum með þennan hóp og ákveðin leikmann, hann er í KR og verður í KR og það er ekkert við því að segja. Við þurfum bara að mæta þarna dýrveitlisur og vera vel einbeittir og sækja 3 stig.
Nú hafa verið erlendir leikmenn til pröfu, getur þú sagt okkur eitthvað frá því máli? Það er bara verið núna að skoða núna allra næstu dögum hvað við gerum í þeim efnum. Það er verið að skoða líka aðra hluti og getur líka verið jafnvel einhver að koma í frekari pröfu í næstu viku. Og ég vona innilega að það eitthvað rofi til núna á allra næstu dögum. Einhver sérstök skilaboð til áhorfenda? Nei, ég held að maður þurfi nú ekki að þeir eru náttúrulega verið alveg frábærir stuðningsmennir okkar hérna þar sem af er sumri og ég vona náttúrulega bara að menn mæta á völlin og styðja við baki á okkur, þannig að það hjálpar. Það er þannig að ef við erum með góðan stuðning að það er auðveldara að spila og káringandi mæti örugglega, það var örugglega slatta fólki á vellinum, veðrið, spáin er mjög góð, þannig að svona ekta fótboltaveður, þannig að ég vona að við fáum hellinga fólki og þeir styðja vel við baki okkur alveg sama á hverju gengur. Arnar Gretarsson, það er ljóst að það verður fjör á KR vellinum á morgun, þannig að áfram Breiðablik, sjáumst á vellinum. Takk.